Haldið ég sé ekki búin að koma mér vel fyrir hérna á Háafelli Lodge. Hér fyrir neðan mig bærinn Háafell og þar búa Gunna og Finnur. Þau byggðu þennan burstabæ hér ofar í hlíðinni með geggjuðu útsýni og mér leikur bara eiginlega forvitni á að vita hvað þeim hafi gengið til. Hvernig gerir maður bara svona? Þetta svo, það bara einhver andi hérna sem bara eitthvað annað, sko. Tökum hann á Gunnu tali. Byrjum á bara hugmyndinni, hvernig kom það til að þið byggið bara, þið eru ekki að taka gamalt hús í gegn, heldur byggið bara nýtt hús fyrir gistingu? Við erum sauðfjárbændur og vorum að þrífa hérna hús bara rétt hjá sem var leigt á Airbnb og er leigt á Airbnb og sem var bara alltaf fólk í. Og einhvern tíma þegar við vorum að þrífa þá fórum við bara að spá í akkur við alltaf að þrífa, gerum bara eitthvað sjálf og öllum reyndar að vera skuldlaus 60 en ákveðum bara að skella okkur í þetta og byggja. Byrjuðum 2017 að gera veg hérna upp til, bara eftir áramót 2017 og sumarið þá byrjuðum við, eða sem sagt látum grafa hérna fyrir grunni, fyllum upp í hann og látum svo standa yfir veturinn. Og þá var farið að teikna og þetta átti bara að vera svona lítið hús en sá sem var aðstoð okkur með teikninguna heitir Hallur Kristmundsson, er dalamaður. Hann bara einhvern veginn stækkaði þetta og stækkaði með okkar samþykki og þetta endaði svona. Og við vorum eiginlega komin inn á að vera eitthvað öðruvísi heldur en allir, þannig að við bara hugsuðum stórt. En hvernig finnst sauðfjárbónda til margra ára, hvernig finnst honum að fara í gistiþjónustu? Það bara rosalega gaman. Er það? Já. Já. Bara hitta fullt af fólki og bara mjög skemmtilegt og við eiginlega hugsuðum þetta, í upphafi þá hugsuðum við þetta að byggja hús og leigja og flytja svo sjálf hingað upp til. En það er löngu liðinn draumur vegna þess að við höfum ekkert að gera hús með 3 baðherbyggjum og þar fram til götum. Þannig að þetta verður bara ferðaþjónusta. Já. En okkur finnst þetta bara gaman og við höldum að sé þægilegra eldast í ferðaþjónustu svona með eitt hús heldur en sem sauðfjárbóndi. Eitt er að sjá húsið og ganga frá og taka á móti gestum. Annað er bara markaðssetning og svara fyrirspurnum og svona, tæknimáli. Stóð þetta ekkert í vegi fyrir ykkur? Nei, en við kunnum ekkert og bara létum bara vaða og svo fengum við bara hjálp en við erum bara mjög léleg í þessu þannig að við höfum sem betur fyrir fengið góðar umsagnir á Airbnb þannig að þetta hefur auglýst sig svolítið sjálft en við erum alveg, bara glötuð í markaðssetningu. Þú segist að hafa nýtt syni þína, smið og rafvirkja Þú átt líka, þið Finnur líka dætur, er það ekki? Jú. Og þið nýtið þær svolítið í að túlka, eða? Já, það er bara því við erum mállaus eða svona mestu en þetta er alltaf að koma og það bætist alltaf við orðaforðan hjá okkur með ensku en þær hjálpa okkur, maður sendir á Messenger textana ef það eru fyrirspurnir og svoleiðis og þær senda tilbaka, þær eru fínar í ensku Já, laga til eða sjá eitthvað sem já, akkurat, bara nýta og strákarnir voru náttúrulega meira og minna og yngri sem er smiður, hann var alveg með okkur og það má segja að þeir hafa borgað með sér bara í vinnu þannig að við erum svona að ná að borga þeim tilbaka og svona þannig að öllu til tjaldað fólk byrja að koma aftur sem hefur komið. Þú átti með gestum núna sem bara, hvað bókuðu bara á leiðinni þegar þú voru að keyra niður Aflíkina, þannig bókuðu bara næstu? Nei, þau voru búin að vera held ég í 2-3 tíma þegar kom bókum frá þeim aftur. Þau eru frá Bandaríkjunum og eru svona með Íslands æði, þannig að þau eru að koma aftur. Þannig bara leiður bara að koma og sjá þetta og það bókaði aftur að koma. Og bara fólk mjög ánægt og útsýnið náttúrulega frábært. Sólarlagið og bara norðurljósin og allt, þannig að, Með byggingin á húsinu er öðruvísi, þetta er burstabær, þetta er nýbygging en er burstabær. Hvaða hugmynd, hvaðan kemur sú hugmynd? Það er bara fjöllin, bara hafa þetta í stíl við umhverfið. Við gátum ekki hugsað okkur að fara að setja einhvern skúrþak og vera svo með þessi fjöll bakvið. Og við vorum með flísara sem flísaði fyrir okkur
hann frá Ungverjalandi minni mig, búinn að vinna mikið hér á landi, sko. Og hann sagði, hann skildi aldrei hvers vegna þetta væri svona fyrir að við lánuðum honum bílinn, hann fór í það niður í sveit og svo þegar hann kom tilbaka þá sagði hann, nú skil ég þetta, það eru fjöllin. Þannig að það var bara eiginlega eina hugsun á bak við það. Svo finnst mér þetta svolítið flott. Þú ert með sófann hérna og þú ert ekkert með eitthvað plasmaskjá hérna fyrir framann. Þú ert bara með fallegasta útsýni. Það kom aldrei til greina að vera með sjónvarpina og það komu gestir hérna í fyrra, Íslendingar, og það var strákur, hann hafi ekki verið svona 12 ára og mér fannst það svo frábært. Hann gekk hérna inn, settist inn í sófann og sagði, hver þarf sjónvarp með þetta útsýni?